Segjum að ég sé að vinna eitthvað verkefni í processing, það geti litið svona út. Þá hérna eitthvað í setup, það bara að stilla allt upp og síðan í draw ég alltaf að teikna hring á mouse X, mouse Y, þannig ef ég keyri þetta, þá hérna hringur sem að eldir músina. Allt í lagi. Skoðum hérna, ef ég ætla að breyta litnum á þessum hring, þá get ég nota fill og sett inn RGB-kóðan. Hér eitt sniðut, það þetta skoðan hér, tools, color selector og þar þetta að fá þetta tól. Þannig ég ætla að finna hérna fagur appelsínu gulan. Þetta góður litur. 255, 145, 0. Ok, samkvæmt þessu hérna. Og þá þegar ég tekna þetta aftur, þá hringurinn appelsínu gulur. Allt í lagi. Og segjum að ég ætla að hafa þennan hring að eigi síðan að segjum tekna annan hring sem aðeins hægra megin við músina. Þá þarf bara x-niti á þeim hring að vera aðeins meira. Þannig að segjum plus 50. Hvernig lítur þetta út? Það með 2 hringi sjáðu þið. Annar alltaf hægra megin við hinn. Allt í lagi. Og nú þarf ég að vista þetta skjal og skila inn verkefninu. Til þess þarf ég að vera búinn að setja upp Dropbox, þannig að einhverju eiga eftir að gera það. Þannig að þá farið bara á dropbox.com sem einfalt, sæki það, setja það upp og þá verður til Dropbox mappa inn á ykkar svæði. Þannig að hérna Dropbox mappan hjá mér, hún lítur svona út, allt í lagi, og hér sé ég til dæmis allar eitthvað processing mappur. Þannig að ég mun hérna geta skoða síðan verkefnin til að fara yfir þeim. Sjálfur veist að ég hérna verkefni sem þið þurfa að fá hjá mér eins og sýnidæmin og þá getið þið bara afrita þetta. Ég vil ekki að þið opni neitt hér bara að því ég vil ekki að þið breyti þessum skrám en þið getið afrita það yfir á ykkar svæði og inni með þau þar. Þannig að hérna getið þið nálgast þau frekar en að afrit skrifa þau upp úr bókinni eða eitthvað þannig. En þið sjálf vistið ykkar skjöl hérna ykkar hvertin í ykkar eigin möppu. Þannig að til dæmis ef við fáum að kíkja hérna hjá Stefáni Birni þá sé ég að hann búinn að vista hérna eina möppu og hún kemur strax til mín. Þannig að ef ég hugsa okkur ég sé nemandi þá myndi ég fara í vista sem eitthvað, allt í lagi og ég myndi finna mína möppu hér og segjum samt að ég ætli bara að vista hér en ég væri samt að velja mína möppu og þá myndi ég láta þetta. Ég þurfti að finna eitthvað lýsandi nafn fyrir þetta. Þannig að þetta gæti verið verkefni númer 56 og þá skilur kennarinn vel hvaða verkefni ég var að leysa. Það mjög mikilvægt að það sé á hreinu, að þetta sé skipulagt á hlutunum hjá okkur. Og svo vista ég þetta hérna og þá kennarinn strax komið með þetta en ég get samt áfram unnið með þetta í möppunni. Þannig að það ekkert endalegt að þá maður visti þetta þarna, þið geti áfram unnið með það og þá sé ég það bara þegar uppfærist. Allt í lagi og hvað fleira? Til þess að ég þurfi ekki alltaf að gera það handvirkt að velja hvaða möppu ég ætla að gera, þá get ég farið hérna í Preferences og valið hérna möppuna sem ég ætla alltaf að vista þetta í. Þannig ég gæti hérna valið möppuna, allt í lagi, ég ætla ekki að vista þetta alltaf hérna, heldur ætla ég að vista þetta inn í, ég geti viljað vista alltaf hérna, eða þið geti viljað vista alltaf í ykkar einn möppu. Þið geti fært þessa möppu til eins og þið viljið held ég. Athugið líka ef þið eru áhugasöm að skoða fleiri dæmi í forritinu, þá getið þið farið hérna og opna examples og það hérna hellingur af dæmum forrit þannig að ég geti opna bara hvað sem dettur í hug. Segjum bara, ég veit ekki hvað hérna, segjum bara þetta hér og hér. Þá hér eitthvað forrit og örugglega, já. Þannig að hérna eitthvað gott dæmi hvernig verið að nota ýmsa þætti. Þannig að hérna verið að skala til stærðir. En þetta munum við skoða kannski síðar einhver svona. En bara ef þið eru forvitin.